Komin til Póllands leikur á móti Úkraínu framöndan, hvernig leggst þið? Bara mjög spennt. Síðustu 2 leikirnir á þessu sísoni hjá mér, þannig að já, það mikil spenningur. Hvernig bara að koma í landsliðsverkefni eftir langt og strangt tímabil? Bara gaman. Okkur finnst alltaf jafn gaman í að hitta hópinn og þetta er náttúrulega bara svolítið úrslitaleikur sem við erum að fara í, þannig að já, bara mjög spennt. Leggið þetta bara upp sem úrslitaleik? Já, ég held að við verðum bara að gera það. Þetta enska lið og spænska eru svolítið í þessum sérflokki og við þurfum að ná þessu 3. sæti. Svona náttúrulega greiðlega sterkt að vinna ára heimavalli, en við þurfum að ná í góð úrslit líka hérna úti. Já, algjörlega. Við þurfum að vinna þennan leik og ná í þetta 3. sæti. Þetta er gott lið, mikið af styrkleikum og við þurfum að loka það. Svona lítið fyrir fram á að þið séu betri en þær? Þú veist, já, mér finnst við betur en þær. Við viljum hafa boltann og loka á þessi breyk hjá þeim og gera betur á síðasta þriðjungi, þannig að það er okkar plan. Það lærið vantilega mikið á þessum fyrirleika móti? Já, helling sem við getum tekið út af þeim leik. Fáum hana 1 held ég færa á okkur sem er svolítið bara mistök, annars vorum við góða varnarlega og náum að skora 1 mark. Viljum gera betur kannski í þeirri stöðum sem við komst í, en við vinnum leikinn og það er það sem við dugir. Þið eru bara með svona pálmann í höndunum fyrir hann leik eftir þann sigur. Það var greiðlega mikilvægt að vinna þann leik. Já, bara skipti öllu máli og mér fannst við yfir í öllum þáttum og við þurfum bara að halda því áfram. Hvernig bara svona var tímabilið á Ítalíu? Hvernig horfur á það núna? Bara mikið upp og niður persónulega hjá mér. Var að meiðast svona inn á milli, lítil meiðsli, þannig að ég var kannski ekki lengi tilbaka en setti svolítið strik í reikninginn. En inn á milli þá fannst mér bara að gera vel. Mér fannst, já, kom mér óvart bara hvað þetta er gott lið sem ég er í og deildin er mjög góð, kom óvart líka. Borgin æðisleg, þannig að ég er bara spennt að vera ennþá sterkari á næsta sísón. Hversu gaman er að búa í Milano? Það er helviti næs, ég get alveg sagt það. Ég er mjög fegin að ég sé ekki núna í Milano, það er alveg 36 gráður eða eitthvað. En já, það er æðisleg. Mikið að skoða og mikið að upplifa? Já, þetta er náttúrulega bara risastór borg. Það er þessi ítalska menning sem ég kann mjög vel við og já, mér hlakka til að skoða meira. Varstu lengi að svona bara aðlagast kannski bara ítalska menningu og tungumálinu og allt við því? Tungumálinu er ekki alveg komið en já, svona frá því að vera í Þýskalandi þá var þetta kannski aðeins öðruvísi en annars held ég að séu smá ítalínir. Það er léttari ítalínir? Já, það eru voða slækir. Svona bara eins og segir fótboltinn líka gott lið sem þú ert í, þú veist, og ítalska deildin bara hörkusterk. Já, það kom mikið á óvart. Þetta er rosalega tæknilega sterk deild og einhvern veginn öll lið eru bara að spila með hjartanu og allir verjast eins og ég veit ekki hvað. En já, þetta er mjög lokaði leikir, fá mörk, það er kannski svona aðalega sem getur verið leiðilegt en annars bara mjög góð deild. Eitt er það líka bara mikið Íslendingalið, Telma og Cecilia með þér úti, gott að hafa þær með sér? Já, auðvitað. Það er ríkilega næs en Telma er allavega eins og stendur að fara sem er mjög leiðilegt. Við vorum bjuggum á móti ykkur andri þannig að ég er bara að missa minn herbyggisfélagirinn en það er mjög næs að vera með Íslendinga. Eru búin að kveðja Telmu vel þá? Já, sem betur fer þá fæ ég alltaf að sjá hann í landsliðinu þannig að ég þarf ekki að kveðja hann alveg en það var erfitt. Það er nú ekki leiðilegt að hafa Sessu með sér að núti? Nei, og maður getur ekki hrósað henni nóg. Þvílíkur markmaður sem hún er orðin og bara það sem hún verður ef hún helst meistarlaus þá held ég að hún verður bara eins og besta. Algjörlega, bara svona í lokin, ertu svona orðin bara spennt fyrir næsta tímabili með Inter? Já, ég ætla nú að klára þessa leiki og komast í gott frí en ég er hungruð í meira og bara mjög spennt að
að takast á við deildina næsta ár. Takk fyrir þetta og gangi vel.